Svo náttúrulega til skrímslasögur úr Þorskafirði. Já, segðu Að það var eitt sinn að tveir unglingar voru að minna að vera gæta kindum eða eitthvað þá að nautgripum frá Þólustöðum og inn á hlíðina. Þau eru að heyra einhver ókennileg hljóð og þau fara lítið kringum sig. Þá sjá þau einhverja svaka skepnu sem þarna að koma og þau verða rosalega hrædd og ná að hlaupa og þá þetta skepna alveg eftir þeim. Þau komast upp í Stapana sem þarna núna við þjóðveginn og þessi skepna kemst ekki upp í Stapana og gefst svo upp og fer burtu eftir einhver tíma og þau taka á sprett og ná að koma út af Þólustöðum og segja frá. Morguninn eftir, sama daginn þegar var bara rökkva, þá bóndinn á Kjöllum og heimilisfólkið þar verða varð það að kýrnar eru alveg kolvitlausar í girðingunni og heyra þessu hljóð og annað og kýrnar bara baula á öskra á móti. Þannig að það tekið til ráðs að ná kúnum saman og koma þeim inn í fjós. Og þau sem heyra alltaf þessi hljóð sem nálgast og koma af girðingunni en fer ekki nær. Svo morguninn eftir þá hittast bændurnir Finnur á Kjöllum og Þorbjörn og Þórstöðum hittast og fara að tala saman og þá hafði þetta og þá hafði bóndinn á Þórstöðum þá hafði hann fara að kanna hvað sæði ykkur umverki eftir þetta og þá sá hann ykkur ókennilega spor eftir ykkur skepnu og það virkaði eins og verið þrjár klær á og mjög stórir lemmar sem eitthvað spor sem enginn kannaðist við að gæti við og það var náttúrulega miklar ágiskanir hvað gæti verið og annað enginn gat sagt til það. Þetta voru hvort ekki frómir og góðir menn, þessi bændur en í dag veit enginn hvað það getur að verið.